Það skýr vilji samstarfsnefndar að það svigrúm sem myndast í rekstri sameinaðs sveitarfélags verði nýtt til að efla þjónustu, að gjöld verði jöfnuð til lækkunar og íbúar þurfa ekki að sækja þjónustu annað en þeir gera í dag. Samstarfsnefndin sér fyrir sér tvo öfluga þjónustugjarna hér í Búðardal og á Hvammstanga og góða samvinnu á milli starfsstöðva. Hérna á eftir ætla Jón Hrói og Lilja frá KPMG sem hafa unnið með samstarfsnefndinni í gegnum þetta ferli fjalla nánar álit og framtíðarsýn samstarfsnefndarinnar ásamt fleiru. En að lokum vil ég hvetja ykkur öll að taka virkan þátt í umræðinni hér í kvöld og spyrja þeirra spurningar sem brenna á ykkur. Það okkar sameiginlega ábyrgð að skoða málið af yfirvegun, byggt á staðreyndum og framtíðarsýn og nýta kosningaréttin okkar. Því hver svo sem niðurstaðan verður, þá styrkir það niðurstöðuna að góður meirihluti íbúa hafi tekið þátt og sagt þar með sína skoðun. Þannig ég vil hvetja ykkur öll til að mæta á kjörstað og segja þannig ykkar skoðun. En hann Skjöldur Orri datt hljóðnum minn úr, eða varstu bara að lækka? Takk. Ég gleymi alltaf að kynna mig en ég heit Ingibjörg og er oddviti Dalbyggðar. Fundarstjóri hér í kvöld alltaf Skjöldur Orri ætlar að taka sér. Geð upp á eftir mér og flytja sitt erindi að því loknu verður tekið á móti spurningum og vil ég biðja fundarfólk að hafa spurningarnar stuttar og skorinortar. En Jón Hrói, eru þið ekki næst? Og Lilja? Lilja ætlar að byrja. Lilja byrjar. Takk fyrir þetta. Við ætlum að renna yfir með ykkur kynningu á áliti og framtíðarsýn samstarfsnefndar. Álitið svona í stærri gagnapakka inn á upplýsingasíðu samstarfsnefndar, þannig að þar eru forsendur sem hægt að glugga í. Samstarfsnefndin eins og þið sjáið, Magnús Magnússon og Magnús Eðvaldsson frá Húnaþingi vestra og fyrir Dalabyggð það Ingibjörg Þóranna og Skúli Hreinn. Svo eru það Unnur Valborg og Bjarki sem hafa starfað með nefndinni. Verkefni hefur verið skiptið þessa 4 þætti og þar í fyrsta fasa voru greining unnin og stöðumat á sveitarfélögunum og þar búið að safna saman ýmsum gögnum sem hægt að kynna sér inn á upplýsingasíðunni. Forsendurnar byggja á ýmsum greiningum og gagnlegt að rúlla yfir það ef áhugi á að skoða nánar forsendur álitsins. Núna erum við komin í kynningafasann og í framhaldi verður svo kosið á tímabilinu 28. nóvember til 13. desember. Þannig að það verður kynning í lok álitsins á nánari fyrirkomulagi kosningana. Viltu ekki bara Jón Hrói taka við? Og Jón Hrói ætlar að fara yfir forsendurnar. Já, komið þið sæl. Gaman að sjá ykkur hér í kvöld. Maður nú farin að kannast við nokkur andlit sem koma aftur og aftur, sem gott og gaman. En við ætlum að byrja á því að svara spurningunni sem við höfum fengið svolítið að spurningunni af hverju þessar viðræður á þessum tímapunkti og svarið við því náttúrulega margþætt en svona þegar málin eru skoðuð þá kemur náttúrulega í ljós að sveitarfélögin eru ansi lík mörgu leyti, líka landkostum og líkir hagsmunir undir, lík íbúasamsetning og búsetumunstur og ekki síst atvinnulífið. Þannig að það eru miklir sameiginlegir hagsmunir aðstæðum atvinnulífs og byggðar í sveitarfélögunum. Íbúar Dalabyggðar eru núna færri en 1000, þeir eru eitthvað rétt undir 700 og sem þýðir að þið eru undir þeim mörkum sem eru sett í
í sveitarstjórnarlögum eða þeim viðmiðum sem settur í sveitarstjórnarlögum sem eru 1000 íbúar. Þetta 1000 íbúa mark, það er svona markmið, það er ekki tímasett og það er ekki beinlínis skylt að ná því, en það er svona verið að ýta við minni sveitarfélögum að taka upp viðræður eða sameinast öðrum sveitarfélögum og það er ein af ástæðunum fyrir því að þetta samtal er í gangi. Það kemur líka í ljós að þessi sameining, ef af henni verður, er tiltölulega hagstæð fjárhagslega. Það eru miklir fjármunir eins og við komum inn á eftir sem fylgja sameiningunni. Það er annars vegar eru það sameiningarframlög sem eru mjög hagstæð og svo myndu sameining þessar tveggja sveitarfélaga leiða til hærri framlaga og borið saman við önnur sveitarfélög. Það er líka sameiningar sveitarfélögin sitt hvorum megin við þessi tvö sveitarfélög, austan við og vestan við, þau hafa sameinast nýlega áður og þar af leiðandi ekki þeir fjármunir undir þar eins og eru í þessari sameiningu, af því að þau sveitarfélög þurfa að klára sínar sameiningar áður en þau geta vænst þess að fá framlög aftur til að sameinast fleiri öðrum sveitarfélögum. Þannig að þetta gerir náttúrulega bæði það að þau eru í gangi með sín sameiningaverkefni núna og líka þessir fjármunir sem þá ekki skila sér inn í sameiningu viðræðum við aðra, gera þetta ennþá vænlegri kost. Það er líka vert að taka fram að þetta er líka vænlegur tímapunktur til þess að vera í þessum viðræðum, af því að framlögin til Daglabyggðar vegna skuldsetningar út af íþróttamannvirkjabyggingu, þau hækka þessi sameiningaframlög akkurat núna, síðan fara skuldirnar lækkandi og þá lækka framlögin samhliða. En svo síðast en ekki síst að þá er þetta bara eins og oft er skoðað í sameiningum og þá eru þarna ákveðnir möguleikar á samþættingu og hagræðingu, meðal annars í sérfræði þjónustu og þjónustu sem veittir í samráði eða samstarfi við aðra í dag. Það er að segja, sameinað sveitarfélag gæti hugsanlega sinnt fleiri verkefnum sjálft en sveitarfélögin er að gera svona í sitt hvoru lagi. Þannig svona burður að sveitarfélag til að sjá þessi lögbundnu verkefni. Og ef við skoðum líkleg áhrif sameiningar, að þá náttúrulega fyrir það fyrsta, þá yrði þetta sveitarfélag yfir lögbundnum viðmiðum og það yrði ákveðin friður í kringum stærðina. Það væri ekki ákall það að þetta sveitarfélag sameinaðist öðrum sveitarfélögum í bráð og þetta yrði stærra samfélag og þið yrðu bara hluti af stærri heild það yrðu færri fulltrúar í nefndum og ráðum, stjórnum, fulltrúaráðum og fleiru sem að þarf að skipa á hverjum tímapunkti. Við minnir að þessi 170 mann sem þarf að skipa á hverju 4 ára tímabili eða hvað að segja 170 hlutverk. Auðvitað eru sömu einstaklingar í mörgum þessara hlutverka og það er kannski einmitt eitt af því sem að kallar á sameiningu. Það er bara orðið erfiðara að fá fólk til þess að sinna þessum störfum, þau eru færri hituna og verkefnin ofboðslega mörg, þannig að það er gott ef að þessu fækkar. Það líka kostar minna þá. Það yrði sparnaður í yfirstjórn. Fyrst er að telja að það þarf náttúrulega bara einn sveitarstjóra í sameinuðu sveitarfélagi í staði 2 og svona öll yfirstjórn verður aðeins svona strömlínulægari. Sveitarstjórnin yrði væntanlega svipaðum fjölda og sveitarstjórnirnar í dag. Það þarf ekki að fjölga, það verður ekki helmingi fleiri, þannig einhver sparnaður það, færri nefngeft að sparnaður við sameiningar skili sér í hreinum sparnaði. Þetta eru yfirleitt fjármunir sem nýtast annar staðar. Niðurstaðan er líka við teljum og nefndin telur að sameina sveitarfélag hafi meiri slagkraft gagnvart í hagsmunabaráttu fyrir hagsmunum íbúa, það er að segja í samgöngumálum, í atvinnumálum og fleiri málum sem þarf að berjast fyrir. Það verði reynilega frekar hlustað á stærra sveitarfélag heldur en ykkur í sitt hvoru lagi, fyrir utan það að þið talið þá einni röddu á þessu svæði. Og það er þá líka þetta svigrúm sem skapast í fjármálum skapar líka grundvöll til þess að bæta þá starfsaðstæður kjörinna fulltrúa.
Og eins og ég nefndi áðan að það eru ákveðin hlutverk sem þeir eru að vinna í samstarfi við önnur sveitafélög í dag sem þið gætu þá hugsanlega bara unnið innan sveitar hér án þess að höfðu verið upp á aðra komin með það. Fyrir starfsmennina myndi þetta breyta talsverð í umhverfinu. Það er að segja, í dag erum við með tiltölulega fáa starfsmenn með breið starfssvið og þeirra umhverfi myndi breytast þannig að þeir hefðu tækifæri til að sérhæfa sig aðeins meira. En þeir væru þá líka hluti af svona stærra teymi. Í dag er þetta mikið til einyrkjar sem sitja með sín verkefni og hafa fáa til að spegla sig við og spegla sig jafnvel við starfsmenn úr öðrum sveitafélögum varðandi verkefni sín. En í sameinuðu sveitafélagi væri starfsmannahópurinn stærri og svona fleiri til þess að spegla sig við innanhús og meira svona innanhús samstarf. Þannig að það myndi skapast svigrúm til þess að ráða fleira fólk með sérfræðimenntun og þar af leiðandi skapast þetta bætta umhverfi fyrir starfsmenn. Auðvitað fjarlægðir innan sveitafélagsins yrðu miklar og í sjálfu sér kallar það á, alveg eins og það gerir í dag í svona dreifbýlum sveitafélögum, þá kallar það á að það séu nýttar leiðir til þess að gera fólki auðveldara fyrir að koma sínum erindum á framfæri. Tölvupósturinn er náttúrulega mikið notaður en svona stafrænar lausnir og svona sjálfsþjónusta sem reynda líka verið bara að innleiða meira og meira í sveitafélögum hvort sem þau eru þéttbýl eða dreifbýl, að það yrði lögð áhersla á það að virkja svoleiðis leiðir til þess að koma til móts við þessar fjarlægðir og aukna fjarlægð á milli starfsmanna og íbúa. Og ég nefndi það í fjárhagnum, þetta skipti verulegu máli fyrir fjárhaginn því að framlög jöfnunarframlög jöfnunarsjóðs, þau myndu hækka og samkvæmt áætlunum jöfnunarsjóðs myndi sameinað sveitafélag fá 77 milljónum króna meira á ári heldur en sveitafélagin fá samanlagt sitt í hvoru lagi. Þannig að 77 milljónir er náttúrulega fjárhæð sem skiptir talsverðu máli og sjáum það í fjármálagreiningunni að það sem er að gerast er það að úthlutunarreglur jöfnunarsjóðs er að breytast og framlögin til þessar tveggja sveitafélaga lækka. Þau lækka 15 milljónir hér í Dalabyggð og 30 milljónir í Húnaþingi vestra og við sjáum bara að það munar þetta. Reksturinn hefur verið stöðugur en svona, það er svona útlit fyrir ef ekkert er aðgert að reksturinn fari undir núllið og verði ekki í samræmi við viðmið í framtíðinni. Auðvitað mjög líklegt að sveitastjórnirnar myndu bregðast við þessu með einhvers konar hagræðingu en þá þarf að skera niður í þjónustu eða hækka gjaldtöku. Þannig að það munar þessar 77 milljónir, þær fleyta ykkur talsvert yfir núllmarkið. Að ekki séu nefnd þá 700 milljónirnar sem fylgja sameiningunni af því að þær eru náttúrulega minnka lántökuþörf og hjálpa ykkur að fjármagna framkvæmdir á næstu árum fyrir utan það að nýtast í rekstrinum að einhverju leyti. Þannig að þetta eru verulega fjárhæðir sem koma inn og eru skilyrtar með sameiningu og á þessum tímapunkti. Þannig að þetta myndi lækka vaxtakostnað, það yrði aukið svigrúm til fjárfestinga eins og ég sagði og svona aukið svigrúm til þess að veita þjónustu þar sem að þessa lögbundnu þjónustu og þá erum við ekki búin að gera ráð fyrir neinni hagræðingu sem að má samt gera ráð fyrir eins og í endurskoðun, rekstri tölvukerfa og þess áttar hluti sem er verið að borga notendagjöld fyrir og munu lækka við sameiningu. Þannig að það er svona þeir þættir sem við vitum að þið munu spara peninga á. Það eru þessir svona rekstrarliðir. Álit samstarfsnefndar er frekar jákvætt. Niðurstaða samstarfsnefndar eftir þessa gaumgæfilegu skoðun á stöðu og sveitafélagana og áhrifum sameiningar er í raun og veru mjög jákvæð.
Í álitinu þá talað það að þetta séu lík samfélög og lík sveitarfélög og eigi nú verið margt sameiginlegt og þar af leiðandi eigi þar af leiðandi samleið. Þau telja að sveitarfélagið verði öflugra í hagsmunagæslu og það verði frekar hlustað á þau, á sveitarfélagið og á ykkar rödd kemur fram saman. Betri þjónusta og betri skilyrði fyrir atvinnu, betri samgöngur sem myndi þá vera eitthvað sem leiðir af þessari öflugri hagsmunagæslu ættu að bæta lífsskilyrðin hér og auka byggðafestu og hjálpa, skapa fleiri störf og þess háttar. Þetta náttúrulega ekki bein áhrif af sameiningu en þetta óbein okkur eftir með það að þið eigið betra með að berjast fyrir ykkar málum út af við. Fjárhæðin yrði sterkari, sérstaklega á grundvelli þessara sameiningaframlaga og hækkunar jöfnunarframlaga. Og svo síðast en ekki síst að þá telur samstarfsnefndin að þær áskoranir sem hafa komið fram og eru það sem íbúar óttast að það sé eitthvað sem hægt að mæta. Það er að segja, það ekki einhverjar óyfirstíganlegar hindranir, heldur fyrst og fremst bara áskoranir sem þarf að mæta með einhverjum leiðum og leiðirnar eru til. Og á þeim nótum þá sendir samstarfsnefndin sveitarstjórnunum ábendingar og það áherslurnar í samstarfsnefndinni hafa verið að leggja það til við sveitarstjórn þá sameinað sveitarfélags eða sameiningunni verður að gæta jafnræðis í aðgengi að þjónustu og stjórnsýslu og að móta þjónustustefnu þar sem lögð áhersla á þetta jafnræði. Og það sem áhersla á jafnt þjónustustig og íbúum gerð grein fyrir hvað þjónustu þeir mega vænta. Þau leggja líka áherslu á að svigrúm sem skapast í rekstri verði meðal annars nýtt til þess að jafna gjöld niður á við. Það náttúrulega eðlilegt að það þurfa að jafna gjaldskrár á milli sveitarfélagana sem í dag. Í sumum tilfellum má bara vera ein gjaldskrá. Og þá telur nefndin eðlilegt að það svigrúm sem skapast í fjárhagnum verði nýtt til þess að lækka gjöldin frekar en að jafna þau upp á við. Þannig að íbúar finni hag sínum borgið í sameinuðu sveitarfélagi. Þau leggja líka áherslu á að verði tekið tillit til vilja íbúana að hafa þjónustuna eins nálægt og hægt er. Það er að segja að þessum þjónustukjörnum sem þið búið við í dag, það er að segja Búðardalur og Hvammstangi, að það verði áfram þjónusta á þeim stöðum að lágmarki. En þau vilja líka setja markmið lágmarksfjölda starfsmanna á hverjum stað þannig að starfsstöðurnar verði góðir vinnustaðir áfram. Þannig að það endi ekki með því að ef það verður eitthvað ákveðið frelsi að velja sér starfsstöð innan sveitarfélagsins, að það endi þá ekki með því að verði einhver einn sem sittur á öðrum hvorum staðnum og sinnir allir í þjónustu þar. Heldur verði gerðar þá ráðstafanir til þess að ráða í störf á þeim stað sem að hallar á. Og síðast en ekki síst að verði kannaðir kostir heimastjórna til þess að mæta áhyggjum af því að íbúar missi áhrif á nærumhverfi sitt. Og ég veit ekki hvort þið þekkið heimastjórnar hugtakið. Heimastjórnir eru sem sagt stjórnir, staðbundna stjórnir innan sveitarfélaga, svona nefndir innan sveitarfélaga sem fjalla þá einhver staðbundin málefni. Það getur verið skipulagsmálefni að einhverju marki, það getur verið ráðstöfun félagsheimilisins, það getur verið umhverfismál í nærumhverfinu og þess háttar. Þetta hefur verið nýtt víða upp á síðkastið til þess að einmitt að gefa íbúum færi á að stjórna áfram því sem skiptir þá mestu máli. Þannig að þetta eru ábendingar til sveitarstjórna og eitt af því sem niðurstaða samstarfsnefndarinnar í raun og veru og álitinu líkur á því að þau telja að þetta yrði framfaraskref fyrir sveitarfélögin og íbúa, það er að segja ykkur. Og
framtíðarsýnin þeirra, hún þessi, fyrir að fyrst að þetta sé framfaraskref ef af yrði. Þau sjá fyrir sér að þarna yrðu áfram 2 öflugir þjónustukjarnar og góð samvinna á milli starfsstöðvanna sem byggja náttúrulega meðal annars á því að samgöngur verði góðar og atvinnulífið njóti góðs af því. Það verði gætt jafnræðis við ráðstöfun fjármuna í ráðningum og við skipulag þjónustu. Að aukið svigrúm verði, eins og ég sagði, nýtt til þess að bæta þjónustu og jafna gjaldtökuna niður á við. Að þetta verði aðlaðandi starfsvettvangur þar sem sérhæft fagfólk vinnur í teymum frekar en að við sitja eitt að verkefnunum. Að góð og fagleg þjónusta verði í sveitarfélaginu sem gerir það meira aðlaðandi sem búsetukost. Aukin sjálfsþjónusta og meiri nýting stafrænna lausna í starfseminni og í raun og veru að þarna verði til öflugt sveitarfélag með sterkari fjárhag og faglega stjórnsýslu sem veitir góða þjónustu. Og það væri þá markmiðið með hugsanlegri sameiningu. Eins og ég hef sagt, þá það að vinna ýmis verkefni í samstarfi við aðra. Dalabyggð í til dæmis samstarfi slökkvilið við önnur sveitarfélög, Húnaþing vestra rekur sitt eigið slökkvilið. Þið eru í sittvorum samtökum sveitarfélaga, þið eru í sittvorum heilbrigðisnefndarsamstarfinu. Dalabyggð aðili að svæðisskipulagi en Húnaþing vestra ekki. Byggingafulltrúi ykkar hér sameiginlegur með Árneshreppi og Strandabyggð, þannig að það svona ýmis verkefni sem verið að vinna smæðarinnar vegna í samstarfi við aðra sem hugsanlega væri þá betur borgið hér innan sameinaðs sveitarfélags. En fyrst og fremst þá kallar í raun og veru sameining á það að þetta verði skoðað og í einhverjum tilfellum getur verið hagstæðast að taka verkefnin til ykkar. Í öðrum tilfellum getur verið hagstæðast og best að halda áfram samstarfi við nágrannasveitarfélögin og halda áfram sömu braut í samstarfi sem hefur gefið góða raun. Þannig að það ekkert sem segir í sjálfu sér að samstarfinu þurfi að ljúka þó að það geti verið að það eigi við. Og ég nefndi held ég áðan að það eru miklir sameiginlegir hagsmunir á milli innan þessa svæðis, á milli þessara sveitarfélaga. Og þetta svona yfirlit, það eru betri innviðir sem snýr náttúrulega bættum vegasamgöngum, bættum auknu afhendingaröryggi rafmagns, fjarskipti, símasamband og fleira. Endurbætur á hafnarmannvirkjum og Hvammstangahöfn og fleira sem þyrfti að bæta í innviðum. Varðandi atvinnulífið þá það fyrst og fremst bætt skilyrði landbúnaðar sem eru mikilvægst atvinnugrein hér í báðum sveitarfélögum og eins og ég nefndi aukið afhendingaröryggi raforku til þess að bara skapa betri grundvöll fyrir nýrri atvinnustarfsemi. Hærra menntunarstig sem myndi þá bæði snúa að menntunarvalkostum í sveitarfélaginu í gegnum dreifinám en líka með þegar og ef atvinnulífið eflt og störfum sem krefjast menntunar fjölgar þá hækkar menntunarstigið. Hlutverk ríkisins mikilvægt í atvinnusköpun. Aukin fjárvinnsla og aðkoma ríkisins að uppbyggingu á aðstöðu fyrir viðbragðsaðila nefnd. Bættar almenningssamgöngur snúa náttúrulega líka hlut til að ríkinu og auknar fjárveitingar til lögreglu og góð heilbrigðisþjónusta. Efling samfélagsins sem snýr að hærri atvinnutekjum. Það nefnt samfélagsmiðstöð sem hefur verið í svona deiglunni í Húnaþingi vestra og síðast en ekki síst að útvíkka þá góðu reynslu sem hefur komið af Dalaauði á þá allt svæðið og eftirfylgni með verkefninu sem að óbreyttu líkur 2026. Þannig að það margir sameiginlegir hagsmunir undir og mikið að berjast fyrir í sjálfu sér.
eina mikilvægustu niðurstöðunum það að sameiningin yrði mjög hagstæð fjárhagslega. Það er skemmtilegt hvað sjö kemur mikið fyrir í þessari glæru, en sem sagt sameiningarframlög sem leiða þá bara beinlíns af sameiningunni, sem eru þá skuldajöfnunarframlög, byggðaframlög og svo það sem er kallað fast framlag, sem er svona til að standa straum af kostnaði við innleiðingu sameiningarinnar, væri 701 milljón. Þetta er mjög nákvæm áætlun frá Jöfnunarsjóði sem byggir reyndar á tölum frá okkur í KPMG, þannig að þetta er svona sameiginlega áætlun, en það er semst miðað við útgönguspár ársins 2025, þá yrði þetta framlögin á næsta ári. Þau reyndar myndu síðan dreifast, þau reiknast út frá ársreikninginum árið áður en af sameiningu verður og dreifast síðan á 7 ár eftir sameiningu. Fyrsta útgreiðsla er í 26 og svo næstu 6 ár eftir það. Þannig að 701 milljón, og þetta eru þá það sem kæmi til viðbótar við jöfnunarframlagið sem er 77 milljónum krónur á næsta ári, og svo kannski hækkar það lítillega miðað við verðlag og aðra þætti í svona á næstu árum eftir það. En okkur reiknast til að þetta sé 1,5 milljarður á næstu 10 árum sem hreinlega bætast inn í fjárhag sveitarfélagsins við sameiningu. Og það er nú eitthvað sem munar en já, og hérna sjáu þið á grafinu, ég veit ekki, það er kannski illa sýnilegt, ekki góð hugmynd að vera með ljósbláa línu, en þið sjáu ljósbláa línan, hún er í raun og veru sameinað sveitarfélag þegar það er búið að reikna þessi framlög inn í, og línurnar fyrir neðan, sem eru að dansa í kringum núllið, það eru sveitarfélagin samkvæmt áætlunum þeirra mínus þessi framlög sem þið eruð að missa frá Jöfnunarsjóði. Þannig að það er bara búið að aðlega það. Það er ekkert búið að gera ráð fyrir neinum mótvægisaðgerðum en neitt slíkt. Þannig að þetta er svona worst case scenario, má segja. Auðvitað þyrftu sveitarfélögin að bregðast við þessum einhverjum hætti og en sem sagt að öðru óbreyttu þá myndi þetta líta svona út. Þannig að breytingarnar á úthlutunarreglunum þær eru ekki jákvæðar fyrir ykkur. Það er þó þetta séu þá í stóra samhenginu ekki nema 45 milljónir króna sem eru sameiginlega í sveitarfélögunum, þá er þetta samt eitthvað sem munar af því að þetta eru 45 milljónir sem halda ykkur á réttu megin við núllið. Þannig að það er nokkuð ljóst að sveitarfélögin þurfa að bregðast við með einhverjum hætti, hvort sem það er með hækkun gjalda eða einhverju skerðingu eða hagræðingu í þjónustu. Einhvers staðar þarf að finna peningana til að koma rekstrinum yfir núllið. Þannig að þessi framlög úr Jöfnunarsjóði þau skapa svona ákveðna ró í fjárhagsmálefnum og í rekstri sem er ekki vanþörf á kannski. Þó að reksturinn hafi verið góður fram að þessu, þá er þetta ákveðið högg að missa þessi framlög. Lilja, ætlum við að taka við? Já, aðeins kosningarnar. En íbúakosning sameiningartillögu er á grundvelli reglugerðar íbúakosningar og þar er lágmarksatkvæðagreiðslu tímabil 2 vikur vegna sameiningarkosninga og þess vegna er tímabilið þarna frá 28. nóvember til 13. desember. Það er kosið í hvoru sveitarfélagi fyrir sig og það þarf meirihluta samþykki íbúa hvors sveitarfélags til þess að af sameiningu verði. Það er ekkert lágmark á kjörsókninni, þannig að það er hvatning til íbúa að mæta á kjörstað. Það er kosningarétt eiga íbúar sveitarfélags sem eru með íslenskt eða norrænt ríkisfang og aðrir erlendir ríkisborgarar eftir 3 ára samfellda búsetu sem hafa náð 16 ára aldri á lokadegi atkvæðagreiðslunnar. Þannig að sveitarstjórnirnar hafa nýtt sér þá heimild í reglugerðinni að kosningaaldur miðist við 16 ára. Það verður hægt að kjósa á opnum tíma kjörstað á tímabilinu eða með póstkosningu
og póstkosningin virkar þá þannig að kjósandi getur óskað eftir kjörgögnum og fær þá annarkvort kjörgögn send á netfang eða heimilisfang ásamt leiðbeiningum hvernig skuli koma kjörgögnum tilbaka til kjörstjórnar. Opnunartíminn verður bæði þá á skrifstofu Dalabyggðar og Húnaþings vestra á virkum dögum og svo laugardagurinn 13. desember þar sem verður þessi hefðbundni kjördagur og opnun í stjórnsýsluhúsi Dalabyggðar og félagsheimilinu á Hvammstanga. Þannig sjáum við að til þess að óska eftir kjörgögnum í póstkosningunni að þá þarf að senda kjörstjórn tölvupóst á netfangi yfir kjörstjórn Dal og Hún á Húnaþing og að kjósandinn ber ábyrgð á að kjörgögn skili sér til kjörstjórnar fyrir lokun kjörstaða. Kjörstjórn mun síðan telja atkvæðin eftir lokun á sitthvorum staðnum á kjörstöðum sem eru laugardaginn 13. desember. Og sameiginleg kjörstjórn sveitarfélaganna hefur gefið út leiðbeiningar og upplýsingar sem eru aðgengilegar á heimasíðum sveitarfélaganna og þar eru meðal annars nánari leiðbeiningar á póstkosningunni og fyrirkomulaginu póstkosninguna. Það var bara komið þér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Lilja. Þá komið að liðnum spurningar úr sal. Ég ætla að biðja fólk, sökum þess að þessum fundi streymt á netinu, þá hér mæk sem verður hlaupið með til þeirra sem spurninga hafa fyrir þau hér frá KPMG. Hér eru einnig fulltrúar úr sveitarstjórnunum sýnist mér og sveitarstjórar. Þannig að nú tækifæri okkar að fá spurningar við þeim svörum sem á okkur liggja. Endilega ekki vera feimin. Já, ég ætla að biðja að kynna þig. Það slökkt á þessu? Nei, hann bara í útsendingur en ekki sæl, þannig að við bara tala hátt og snjátt. Já. Þessu fundargestir, kæri fundarstjóri, ég úr Reykhólahreppi, býð þar og með leyfi fundarstjóra má ég leggja fram spurningar á þessum fundi? Já, bestu þakkir. Heyrðu við náttúrulega í ljósi þess náttúrulega sameiningar skila miklu hagræði á stjórnsýslu og hærra þjónustu, það liggur alveg fyrir og mótframlega úr jöfnunarsjóðunum sömuleiðis. En ekki áhyggjarnir nefndarinnar í meðferð þessara álits að það svo mikill svona aflsmunur á þessum tveimur sveitarfélögum. Nú Húnabyggð vestra með 1200 íbúa, 650 hér í Dalabyggð, þjónustukjarnin Hvammstangi með 600 manns og 200 hér. Það sem aðskilur þetta Laxadalsheiðin sem í besta falli eru klukktíma akstur. Var það ekki áhyggjarnir að þetta gæti verið svolítill aflsmunur þegar kemur að framfylgja þessara sameininga til íbúa til lengdar? Eigum við ekki að safna saman nokkrum spurningum áður en þið svarið? Fleiri spurningar? Og hver þunginn þá á því ef sótt til sveitarfélagsins að enda á Hvammstanga eða hér? Verður eitthvað jafnvægi í því eða endar þetta allt á Hvammstanga því að við erum minni? Takk fyrir þetta, Bjössi. Tökum eina spurningu í viðbót.
Böðvar. Já, Böðvar Magnússon heiti ég. KPMG gerir ráð fyrir verulega auknum framlögum frá jöfnunarsjóði. Er eitthvað treystandi á þau? Þetta miðast örugglega við reglur og lögum jöfnunarsjóðs og það er í dag. Við vitum alveg hvernig ríkisstjórnin haga sér og við vitum ýmis loforð ríkisstjórna í sambandi við sameiningu sveitarfélaga. Getur ekki ríkisstjórn eða á þeim stjórnum sem er á hverjum tíma dottið í hug sem sagt að breyta reglum jöfnunarsjóðs því að við vitum svo sem að þau hafa verið að því nú þegar og alltaf við sveitarfélögum til Suðvesturhorninu sem að breytingar hafa átt sér stað. Treystið þið þessum tölum eitthvað þegar það kemur að ríkissjóði? Annað heitir talið jafnvel aukningu í fjölda starfa meðal annars þá starfa sem byggjast aukinni menntun og verið þá áttina. Ég vil bara fá dæmi hvers konar störf. Takk. Takk Böðvar. Eigum við ekki að taka þessar spurningar fyrir og ég gef orðið til ykkar. Já, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, aðrir fundargestir. Takk fyrir þessar spurningar. Byrja bara á fyrstu. Ég náði ekki nafninu í þínu, þú varst frá Reykhólum, ég náði því. Kjartan, sæll. Þú spyrð aflsmun á milli sveitarfélaga. Þetta er náttúrulega fremsta og fyrst og fremsta sem við höfum áhyggjur af auðvitað. Og þess vegna er líka mjög skýrt í áliti samstarfsnefndar að það sé jöfn þjónusta í báðum byggðarkjörnum. Og þetta náttúrulega skein í gegn allstaðar á íbúafundum. Þannig að þetta er áhyggjuefni en eitthvað sem er hægt að taka á og við viljum taka á. Henry með atvinnuna, hvort það sé jafnvægi á milli starfsstöða, það er svona dæmi. Ég vil gefa næsta orðið. Já, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, góði fundarmenn. Þakka fyrir spurningarnar. Það var fyrirspurn úr Reykhóla sveit. Náður reyndar ekki í nafninu. Bara fulltrúi Reykhóla sveitar. Mættur. Kjartan, þú spurður eða þú varpaðir fram áhyggjum af aflsmun, að veri aflsmunur milli Húnaþings vestra og Dalabyggðar, Hvammstanga, Búðardals. Þetta er vissulega, við höfum ávarpað þetta á okkar fundum með einum öðrum hætti og ég held að þetta er allt saman spurning traust, að við viljum fara saman með samfélagið áfram. Ég held að menn yrðu fljótir að grafa undan sér og traustinu og skjóta sig í fótinn ef það ætti allt að fara öðrum megin í annað af hinum sameiginlega hitt sveitarfélagið eins og það var fyrir sameiningu. Þannig að við erum búin að vera að starfa saman, við erum búin að vera í þreifingum, óformlegum viðræðum og formlegum viðræðum. Við höfum verið samferða, við höfum verið gott samtal, menn að verið að treysta böndin og ávarpað allar áhyggjur, sett áhyggjur allar upp á borðið. Við höfum verið með íbúafundina, fengið þar frekari pælingar og áhyggjur og vinnum með það. Þannig að við værum ekki að njóta sannmælis og þeir sem taka við af okkur var ekki að njóta sannmælis ef að allt ætti síðan að fara öðrum megin. Þannig að menn verða bara að vinna áfram með traustið. Henry var líka með spurningu sem
sem er eiginlega svona svipaðs eðlis, hvort þið færi ekki allt öðrum megin störfin, þau myndu öll enda hinum megin eða hérna megin. Þetta er alveg, þetta eru kannski svipaðar áhyggjur og svipað svar. Það auðvitað gengur ekki að það sé, og þá er sameiningin öll sem er fyrir bí ef allt á að vera hinum megin hryggjar eða hérna megin hryggjar, sem að við störf sem værum kannski að fá inn á svæðið. Það þarf að huga því að það komi störf inn á bæði svæðin í sveitarfélaginu. Og það er verkefnið. Og við skorumst ekkert undan því og beinum því til komandi sveitarstjórnar ef að sameiningu verður að vinna þannig málin áfram. Þetta er traust og virðing eru mikilvæg hugtök í þessu samhengi. Böðvar hafði áhyggjur af framlögum jöfnunarsjóðs og þetta getur verið þetta væri mögulega vonarpeningur. Sko, þær greiningar og þeir útreikningar sem að hér liggja fyrir, þeir byggja á þeim grunni og lögum og reglum sem að eru jöfnunarsjóðinn eins og hann er í dag. Og vissulega er það þannig að ríkisstjórn á hverjum tíma getur komið fram með nýtt lagafrumvarp og kollvarpað grundvelli laga og reglna jöfnunarsjóðinn. Það er alveg raunhæfur möguleiki, en það væri mjög óábyrgt af nýrri ríkisstjórn að fara að kasta slíku fram og vitandi vits að mögulega sveitarfélög hafi verið að sameinast á grundvelli þessara laga og reglna sem nú gilda og væri síðan kastað fram nýju frumvarpi sem að myndi setja allt í uppnám, heilu samfélaginu og sveitarfélaginu. Þannig að ég treysti því nú að það séu til alþingismenn á Íslandi sem eru traustsins verðir og horfa á trausta. Já, sko, Böðvar talaði líka aukin störf og þá tók ég það eins og það væri störf á vegum sveitarfélagsins og Jón Hrói nefndi í sinni framsögu svona möguleg störf og það sem við höfum verið að ræða, það er kannski viðbót hjá skipulags- og skipulags- og byggingafulltrúa. Þar þyrfti mögulega að bæta í fulltrúum eða aðstofamönnum, þroskaþjálfi eins og Ingibjörg nefndi, talmeinafræðingur. Þannig að þetta er svona kannski í skipulagsmálunum og byggingamálunum og þetta er í félagsþjónustunni, þetta er í skólaþjónustunni, þar sem við hefðum möguleika á að nýta fjármagnið sem að sparast eða hagræðist í toppnum vegna þess að við erum bara með eitt sveitarstjóra, eina sveitarstjórn. Sparast þar allnokkrir fjármunir, að við nýtum þá fjármuni til að efla stjórnsýsluna á næsta þrepi og hún verði betri og faglegri. Takk. Takk fyrir þetta. Er einhverjum fleiri nefndarmenn sem velja Skúli? Fundarstjóri, nefndarmenn, hann er best að byrja að lækka þetta. Ég er ekki stór. Herðu, hér spyrja bara allir áhyggjur. Auðvitað erum við búin að kannski að svara því svolítið þarna öllum áhyggjunum, en ég er nú þannig gerður að ég horfi ekkert á áhyggjur eða hugsa þær, heldur bara að leysa verkefnin. Og ég hef enga trú á því að Dalamenn séu það lúpulegir að þeir láta einhver aðra vallt yfir sig. Og ég þekki Húnvetninga vel af því ég bjóð þar nú til fertugs og þeir gera það ekki heldur. Þannig að
Ég hef alveg fulla trú að ef að það er einhver steytingur þá vinnum við dalamenn að því ég er dalamaður og við fáum fullt af störfum. Bjössi var að tala um hvernig væri hægt að tryggja það að störfin færi við ekki til Hvammstanga. Við þurfum bara að skapa þessi störf sjálf til þess að reyna að tryggja þau að þau komi þá hingað. En við ætlum að vinna þeir saman eða ekki þegar við erum búin að saminast sveitarfélögunum að reyna að vinna þetta saman, ekki vera að býta hver úr öðrum. Það hef ég aldrei upplifað. Ef að menn ætla að vinna saman heilundum, þá býta þær ekki augun úr hver öðrum, heldur vinna þær saman. Og hvað er best fyrir samfélagið? Og hvað er best að sitja niður viðkomandi starf? Og svo Böðvar, við ætlum að ná þessum 1,5 milljarði og við ætlum bara helst ekkert að eyða honum nema í störf og finna eitthvað nýtt. Og til þess að finna nýtt, þá þurfum við að vera hugmyndarík. Og mér dettur ábyggilega eitthvað í hug, en það er ekki komið núna. En ef að einhvers staðar er brunnur, þá drekki ég upp úr honum. Og ef það er landið, þá fæ ég mér sopa. Takk. Ekki segja það. Takk fyrir þetta, Skúli. Það er ekki oft sem ég þarf að gera þetta. Eru fleiri nefndarmenn sem vilja svara eitthvað af þeim spurningum sem komið er? Já. Fleiri spurningar, endilega látið þið vaða. Þetta er okkar tækifæri, eins og ég sagði áðan, til þess að fá svar og svör við þeim spurningum sem liggur okkur á hjarta. Það var verið að samþykkja Fyrirgefðu, viltu kynna þig? Bjarnheiður heiti ég, húnvetningur sem býr í Dalabyggð, er reyndar náttúrulega dalamaður þar með. Það var verið að samþykkja að staðfesta samningum réttindi fatlaðs fólks. Hafið þið skoðað hverju það breytir saman og sundur? Það væri gaman að heyra. Hvort af því að það eru náttúrulega fatlaðar á báðum stöðum og er þetta verkefni, hvernig ráðið þið við verkefnið saman og sundur? Það væri gaman að heyra. Hvernig ráða sveitarfélögin við verkefnið aðskilin eða saman? Það væri gaman að heyra það. Takk fyrir þetta, Bjarnheiður. Fleiri spurningar, Trausti? Trausti heiti ég, fundarstjóri góði fundamenn, takk fyrir hennar fund. Mér datt í hug áðan þegar framsögumenn voru að halda ræður, það var allt jákvætt og gott og það er mjög gott ef það er verið þannig. En er engin hlutur neikvæður? Ég vil láta fá svar við því. Ég man svo langt ef var saman 94 og þá var svipaður fundur og talaði það var allt jákvætt og gott, en hvert einasta atrið sem var lofað að ríki og jöfnunarsjóður fleiri var svikið. Það var ekki staðið við eitt atriði. Og nú, kannski er þetta sagt að verði staðið allt, en það var sagt á fyrsta fundinum í vetur að það yrði staðið við all þessi lofur sem þessi aðilar væri að gera, en svo sagði einn maður á KPN en býði við. Það var lagt fram frumvarp í þinginu í morgun jöfnun og sveitarfélaga. Hvað gerðist? Þeir lækkuðu framlagi til þessum 170 milljónir. Og hvaða tryggingu höfum við þeir lækki ekki líka svo við þessi framlög. En ég vona að þetta gangi allt vel. Og líka það að heist raddur að þó sem verið saman í sveitar þá verður tvö fyrir því. Það var aðeins orðað þá á síðasta fundi, en það er ekki Og við skulum ekkert reyna að býta, stinga augum hver og öðrum. Við skulum bara reyna að vinna saman. Og fá góða sveitarstjórn og ég vil stingum á því að verði einhver heimastjórn, 2 eða 3 menn sem ekki í sveitarstjórn og sinni þá heimamönnum og svona. En við þurfum líka að gera kröfur. Það er ekki takt að auka atvinnulíf hér á stóru svæðu nema að bæta vegasambandin. Það er stór hluta af vegum bæði hér í Húnaþingi og hér er ófærir. Og það stendur algjörlega fyrir þrifum. Alls konar uppbyggingu bara vegasambandin.
Ég er að reka lítið tjálstæði vestur á í Dölum og það eru 3 ár síðan að þá ætlaði stórt húsbílafélag að koma og vera hjá mér í 3 daga. Þegar frétta væri bara malarvegu, hætti allir við. Ég tapaði upphugsanlegum tekjum upp á 800.000. Eina helgi. Það var stór félög. Þesta verðum við að berjast fyrir að fá betri vegi. Því var lofa 94 að þá átt að bæta vegina. Átt að setja strax slitla út af Staðarfelli eða fljótlega út af Faraldar hinum megin og vinna svo að ná þessu saman. Það er búið að leggja 8 kilometra á 30 árum. Við verðum að vona að verða ekki svona næstu 30 ár. En ég vil hindra þessu sameiningum að greiða atkvæði með henni. Og ég held að fólk ætti að hugsa sig vandlega ef þetta verður fellt, hvað þá? Er það ekki svona aðeins í loftinu að þetta verið saman við valdboði? Svona það heyrist. En ég bara óska góð stöngi svo þetta gangi vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Trausti. Og eitthvað lítur ykkur nú að liggja meira á hjarta. Kjartan. Sæl eftir Kjartan og Reykhólum. Fyrst að ég fulltrúi Reykhólahrepps, þá bara held ég áfram. Ég náttúrulega sjálfsögðu starfar fólk í sveitarstjórn og nefndum í Trausti og að Heilundum. Og það efast ekki það. En þetta er spurning það að sameining er mjög langvarandi ákvörðun. Þetta er bindandi til næstu áratuga, ef ekki lengur, og hefur þannig áhrif. Og það er ekkert raun og veru hægt að gulltryggja það að næstu sveitarstjórnir munu bregðast eins við af sömu Heilundum, þó maður vonir sem slíkt. Við erum fordæmum sameiningar sem hefur verið aflsmunur og Norðurþing kemur það helst til huga. Það sem að Húsavík sameinast Öxnadfjarðarhreppi og Raufarhöfn. Og staðan er svo að aflsmunur hefur vaxið hröðum skrefum síðan 2006. Þar er Húsavík að fá allar fjárfestingarnar, er að byggja upp innviði, allur landbúnaðar er hruninn norður Melrakkasléttu, Kópasker lifir á einni sláturhúsi og Raufarhöfn bara er í dauðaslutunum með sína útgerð. Fiskvinnslu. Þetta er bara aflsmunir sem hefur áhrif. Þeir eru vilkast betur að fara til Vopnafjarðarhrepps og til Langanesbyggðar. En þetta er þannig að þó fólk af þeim tíma hafa Heilundum viljað sameinast og tryggja aðgengi að þjónustu, fjárfestingum og innuppbyggingu, þá gerðist það ekki. Svo erum við dæmi sameiningar við Fjarðabyggð á Austfjörðum, þar sem að þau starfa saman sem ein sterk heild. Það voru sterkir sjávarbyggðakjarnar sem unna sameiginlegum hagsmunum, hafa tryggt óheyrilega miklar umbætur þar varðandi gangagerð, tengsl við umheiminn og aðgengi að mörkuðum. Sömuleiðis með Fjallabyggð, Siglufjörður og Ólafsfjörður, gerbreytt þessum samfélögum. Þannig að sameiningarviðræður vissulega þá er menn að vinna af Heilundum, en í raun og veru er erfitt að gulltryggja að það mun ekki breytast. Svo ég ætla bara að hafa mjög stutt svar. Þótt að við vinnum í Trausti og Heilundum að samning gangi vel og tryggjum aðgengi þjónustu, er þetta að tryggja það til komandi ára og kynslóða að slíkt verði milli núverandi Húnaþings vestra og Dalabyggðar. Að aðgengi að fjárfestingum til uppbyggingu innviða og atvinnu verði skipt jafnt og réttlátt eftir íbúafjölda og þörfum. Takk fyrir þetta. Við tökum fleiri spurningar. Engin fleiri sem vilja kveðja sér ljós í bili. Þá held ég að við reynum að fá svör við þessum spurningum. Skúli, gjörðu svo vel. Já, það er best að byrja bara. Bjarni spurði hvað var það þurr? Segðu það? Já, ég hef bara því miður ekki kynnt mér það. Bara svo ég sé alveg hreinskilinn við það. Og ég get alveg sagt það að ef ég svara Kjartani að ég lofa því að það sé alveg hægt að treysta því að þessu verið skipt jafnt miðað við fólksfjölda, milli Húnaþings og Dala, sem verður bara Dal-Hún bráðum eða Dala-Þing. Og
En svo það bara annara sem að verða kosnir, hvort allir virkilega að svíkja þar sem ég búin að lofa. Það bara þeirra. Og Guð hjálpið. Og ég veit ekki hvert ég á að svara Trausti að við erum búin að taka samtalið heima hjá mér og ég veit að hann ætlar að kjósa rétt. Þannig að það nóg fyrir mig. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri úr nefndinni sem vilja svara? Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Við erum ekki mjög frumleg kampsakamenn. Ég heiti Magnús líka. En, já, Bjarnheiður, já, ég bara taka um í skóla því miður. Ég bara þekki þetta ekki nógu vel. Ég verð að ræða við Unni og fá hún með svörin. Við þurfum að kynna hvernig það mál betur. Trausti spyr ekkert neikvætt, en það eru náttúrulega áskoranir. Við erum talað 2 sveitarfélög sem hafa lítið unnið saman, en nánast ekki neitt. Þannig að þetta er náttúrulega áskorun, sameining verður áskorun. En ég hef trú á því að fólk geti unnið saman, ég hef ekki miklu ágjörð því, en þetta verður áskorun. Þessar samstarfi mjög lítið nú þegar. Kjartan, ég líti á það bara sem góða brýningu frá þér. Og ég verð að segja eins og Skúli, við verðum bara að treysta komandi sveitarstjórnum til þess að starfa af heilindum. Við getum ekki lofað neinu, en ég bara þakka þessa brýningu og vænti þess að komandi sveitarstjórnum vinni málið af heilindum. Takk. Takk fyrir þetta, Magnús. Já, gjörðu svo. Fundarstjóri, það eru fundargestir. Ég byrja á Bjarnheiði, ég er heldur ekki með þessa nýju löggjöf sem við tala því miður, en ég líti á þjónustu við fatlað fólk í rauninni svipað á skólamálin að við bara heilt yfir að reyna að efla þjónustuna í sameiningu sveitarfélagi, það bara heilt yfir þannig. Trausti, já, ég tek undir með Magnúsi, við erum kannski ekki að tala neikvæðu hlutina, en við erum að tala áskoranir. Ég held við séum alveg raunsæ áskoranir sem munu fylgja hugsanlegri sameiningu. Þetta verður ekkert auðvelt. Sameiningar taka alltaf á og mér langar kannski ekki að fegra það, en ég er nú ekki uppalinn í þessari sveit og ég sé íbúið Dalabæjar núna, en ég hef kynnt mér sameiningar og tala við margt fólk erfiðar sameiningar, en ég tel að þetta sé svona, ef maður getur orðað þannig, ný kynslóð sameiningu. Af því að við erum ekki að fara að sameina skóla, við ætlum að halda íbúakjörnunum, þannig að daglegt líf íbúa sveitarfélagsins eða sveitarfélagana mun ekki breytast mikið. Þannig að ég held að það sé öðruvísi. Og þú talaður að það er sameinað með valdboði, en það er auðvitað bara íbúakosning sem gildir eins og við höfum farið yfir. Og Kjartan, já, bara takk fyrir þessa brýningu einmitt. Það sem ég get gert er að unna þessu að heilindum, en ég get náttúrulega ekki svara fyrir aðra, en ég vona að þeir sem komi að sveitarstjórnarmálum í framtíðinni vinni af heilindum líka. Takk. Takk fyrir þetta, Magnús. Já, fundarstjóri og fundarmenn. Bjarnheiður var með fyrirspurnum málefni fatlaðs fólks og var ef ég ávarpa þetta rétt að tala lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Ég heldur hún hafi verið að vísa í það sem var á þinginu í síðustu viku. Og þannig að það nú skammt síðan að lögfestingin fór fram hér hjá okkur á Íslandi. Þannig að við vitum ekki áhrifin en kröfurnar, það er líka eitt af því sem við höfum talað að kröfurnar verða síst minni en það í dag og við viljum náttúrulega að þjónusta sami í hvaða málaflokki það að þjónustan eigi að vera jafngóð eða betri í öllum málaflokkum og við tala nú ekki í málefnum fatlaðra. Þannig að
það er líka enn mikilvægara að vera með öflugar einingar til að geta skilað frá sér og skilað af sér og annast öfluga þjónustu. Þannig að þetta, eins og ég segi, þetta á að vera, við erum til þessu reyfinni skornir að verða öflugri og vera með öflugri þjónustu, jafngóða eða betri en áður var. Þetta var gott ávarp, Trausti, og góð brýning. Þú kannt söguna og þú hefur lifað söguna og það er mjög mikilvægt þegar öldungur safnmaðurinn stendur upp og talar og þá hlustar maður. Ég ætla ekki að hrekja neitt af því sem þú hefur sagt að þú sagðir á þann veg að allt hefði brugðist, jöfnunarsjóðurinn og vegasamgöngur. Ég hef ekki forsendur hérna 1, 2 og 3 til að hrekja það, en það er vissulega miður. Ég horfi þannig á þetta. Það sem er í okkar valdi, sveitarstjórnarinnar í sameiginlegu sveitarfélagi, við erum búin að vera að vinna í þessu saman. Við erum í sameiginlegri vegferð, í trausti og trú, og það er í okkar valdi að halda því áfram ef og þegar við verðum sameinuð, að halda áfram að vinna að virðingu og trausti og skila þeirri hagræðingu sem verður í betri stjórnsýslu og faglegri. Síðan er það hitt, og hitt er annað mál, að það er ríkið. Við höfum að sjálfsögðu við tökum ekki ákvarðanir fyrir ríkið. Við getum lagt fram okkar áherslumál og erum nú í því sveitarstjórnir með sveitarstjóran okkar að hitta valdhafana öðru hvoru oftast á milli og við leggjum fram kröfurnar, en svo er það valdhafana hverju sinni að taka ákvörðunina. Þannig að maður er í því meira og minna alla daga eitthvað að beita sér varðandi samgöngumál og innviðamál og búið að fylgja sveitarstjórnarstörfunum. En við, hvorki samstarfsnefndin, sveitarstjórnirnar, núverandi eða komandi, við getum engu lofað varðandi samgöngu og innviðamál. Það er bara ekki rétt. Það er ekki rétt af okkur að fara að lofa því, en við munum beita okkur. Og það er allt annað mál, að maður teikni upp áherslurnar og leggi þær fram og fylgi þeim málum eftir að einur og festu, en við getum ekki lofað neinu. Þetta er aðskilið, þetta er hvort ekki hið opinbera, sveitarfélögin annars vegar og ríkið hins vegar. Þannig að þarna ég geri greinarmun þarna á. En ég get lofað því, ef ég verði þessu áfram þá mun ég ekki draga af mér og mun halda áfram að hamra járnið og reyna að hola steinin. Kjartan í annar umferð. Fór yfir sögu af Norðausturlandi og Austurlandi og er að spyrja eða er svona að ávarpa að tryggt varðandi aðgengi að þjónustu og fjárfestingu sé tryggt. Aftur og enn er ég að tala þetta sama, traust virðing og að það sé nokkuð jöfn skipting, að framboðslistarnir, flokkslistarnir, þeir þurfa að passa upp á það að hafa kandidata frá báðum svæðum. Það er nokkuð jöfn skipting þannig á listanum og listunum. Þannig að það sé tryggt að raddirnar koma úr báðum svæðunum, báðum af hinum gömlu sveitarfélögum. Og það er bara mjög mikilvægt
og sérstaklega af stað þegar ýttur úr vör að það sé róið á báðar hendur en ekki bara öðrum megin. Því þá fara menn í hring. Það er ljóst. Já, takk fyrir þetta, Magnús. Ég ætla kannski að beina því til fólk sem er að horfa á streyminu, það getur einnig spurt spurninga á tjattinu, eins og Kristján kallar það. En það er ennþá tími fyrir spurningar. Bjarnheiður? Mér langaði aðeins að heyra, af því að þú voru nú vinnufundir núna íbúa á báðum stöðum. Mér finnst einhvern veginn, ég átti svona von á því að það er aðeins kynnt hvað hefði komið fram á þeim fundum og hvernig íbúarnir hafið tekið við þess að það væri gaman að heyra það. Ég er forvitin að heyra það. Og svo kannski líka bara ein svona aukaspurning sem er hvað þarf að líða langt frá sameiningu þá getur þetta sameinast aftur, af því að Kjartan er sko. Ég bara spöglir í því. Svona til að fá peningin. Takk fyrir þetta, Bjarnheiður. Eru fleiri? Kjartan, umferð 3. Jæja, það eru 3. lóta. Bjarnheiður, takk fyrir þetta og tek undir þessa fyrirspurn. Það verður áhvert að fá að vita hvernig niðurstaðan var í íbúafundunum. Hérna, en ég varðandi þetta er síðast spurningin og ég lofa. En málið er það að alltaf sjálfsögðu Húnaþing vestra er yfir mörkum. 1200 manns, þeir eru ekki undir 1000 mörkunum. Það er stöndugt. Við sýnist það að hindrun þeir ætla að samanast til Húnabyggðar, vonandi Skagastrandar, strandi á því að þau hafa samanast nýlega semst innan Húnabyggðar, að það sé ekki það framlag. Þannig að jöfnunarsjóðsframlagið til sameiningar það er ekki til staðar. Samanáttúrulega með Dalabyggð til vesturs að það eru einhver hindranir þar. Mín spurning lítur að því, varðandi sameining við önnur sveitarfélög, var einhver valkostagreining gerð á því að sameina Dalabyggð til norðurs og þá yfir til Reykhólahrepps og Strandabyggðar. Var það kannað í ferlinu og hvaða kosti og galla það myndi hafa í samanburði sameiningu við Húnaþing vestra og Dalabyggð. Og þá er við þessi 3 sveitarfélög deila saman skipulagsfulltrúa, eru samvinnu um brunavarnir, deila hluta til heilbrigðisþjónustu og heilbrigðismálum, eru í fjölskyldu byggðasamlegum, tómstund- og frístundastarfi og víðtæku skólasamstarfi. Þetta eru 3 kjarnar sem eru standa frekar jafnvætis, deila sömu atvinnulífi, sömu íbúasafnsningu þjónustu og allt slíkt og eru það með lítinn aflsmun að sameining að öllunni getum gæti styrt þá alla og tryggt sama framlag jöfnunarsjóðs til sameininga og þannig leyst úr fjárhagsáhyggjum og tjekka í mörg bóksin sem voru var þetta ágæti sameiningarinnar. Spurningin er, var þessi möguleiki kannaður sem valkostagreining við það sem ég leggi til núna? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kjartan. Fleiri spurningar? Þá skulum við bara fara í næstu lótu svara. Jón, ætlaðir þú að byrja? Þess að leita glæru sem ég á að eiga. Bendi ykkur á það að á netinu er ansi ítarlegur gagnapakki með svona samantekt á niðurstöðum og forsendum samstarfsnefndar og þar er meðal annars samantekt á niðurstöðum
vinnustofa starfshópa sem eru þá starfsmenn og kjörnir fulltrúar fyrst og fremst og nefndarfólk sem hérna. Það er líka niðurstöður íbúafundana í raun og veru. Það er búið að halda tvenna vinnufundi í hvoru sveitarfélagi og niðurstöðurnar eru allmikið samhljóða úr þessum samráðsfundum öllum. Það er að segja, það er kostirnir sem að fólk sér við þetta og hérna eru öflugt sveitarfélag með sterkan fjárhag og stjórnsýslu. Þetta er náttúrulega hluta til dregið fram í áliti nefndarinnar, möguleiki á faglegri þjónustu, meiri slagkraftur í hagsmunagæslu til að byggja upp innviði og auka fjölbreytni í atvinnulífi og svo aukið aðdráttarafl fyrir nýja íbúa og starfsmenn. Það sem að fólk almennt sér sem svona áskoranir við sameininguna, það eru þessi 3 punktar sem þið sjáu þarna. Það er þetta að tryggja jafnt þjónustustig, að tryggja að annar einhverjir hlutar sveitafélagsins, hvort sem þeir byggja á núverandi sveitafélagamörkum eða ekki, verði einhvern veginn út undan í þjónustu. Að tryggja að það gerist ekki. Það er alltaf áskorun þeim meira svæði sem undir. Það er áskorun innan sveitafélagana í dag og verður eftir sem áður áskorun. Hvernig tryggjum við það að allir fái góða þjónustu? Fólk hefur áhyggjur af því hafði áhyggjur af því eða hvað við segja, lagði áherslu á að þyrfti að svona viðhalda staðbundnum sérkennum og þetta var nú orðað þannig að Húnvetningar verði áfram Húnvetningar og Dalamenn áfram Dalamenn og skógstrendingar verða væntanlega alltaf skógstrendingar. Þannig að við þurfum það þarf að halda í þessi staðbundnu sérkenni og kannski staðbundnu sjálfsmynd líka. Og svo þetta að tryggja nálægð og öryggi í þjónustu. Þannig að þetta voru svona það sem að fólk hafði miklar áhyggjur af og í raun og veru taldi bæði íbúar og þessi starfshópar að þyrfti að vinna markvisst með og mæta með markvissum hætti. Og getum sýnt ykkur hérna glæruna líka sem er þá sem sagt frá íbúafundunum sem voru haldnir 8. og 9. apríl. En sem sagt, það eru þarna eru koma áhyggjurnar líka fram, missir af þjónustu, fólk hefur áhyggjur af fjarlægari og ópersónulegri stjórnsýslu, fólk veltir fyrir sér hvort það sé hætta á togstreitu á milli samfélaga, sérstaklega kannski ef það verður einhver slagsíða og svo veltir fólk því upp hvort að það væri hreinlega bara of miklar væntingar til samlegðaráhrifana af sameiningu eða það gæti verið möguleiki. En á móti tækifæri til aukinnar sérhæfingar í þjónustu og möguleikar á að snúa við þróun sem hefur verið þar að segja í samband við íbúasamsetningu og íbúaþróun að nota aflið í sameinuðu sveitafélagi til þess að mæta því. Þannig að þetta er svona í stórum dráttum það sem kemur út úr íbúafundunum og endurspeglast svolítið í þessu áliti samstarfsnefndarinnar. En eins og ég segi, vísa í gagnapakkan sem er á forsíðu dalhún.is, þar getið þið flett upp á fleiri þáttum, þar eru líka svona ítarlegri upplýsingar fjárhaginn og fleira sem þið getið slegið upp. Ég ætla kannski aðeins að nefna þetta með jöfnunarsjóðinn og framvörp úr því komin í punktuna að það er nýlega búið að festa í lög nýtt jöfnunarkerfi, nýtt úthlutunarkerfi jöfnunarsjóðs og þetta er í fyrsta skipti sem sett lög jöfnunarsjóð. Þannig að ef það hefur einhvern tímann verið fast í hendi þá er það núna. Lögin eru sem að í raun og veru svolítið vantaði áður þau eru komin. Og það hefur svo sem ekki varðandi sameiningaframlögin, það hefur ekki verið tilhneiging til þess að draga úr þeim eða það hefur frekar verið að hvetja til sameininga núna og það hefur verið stefna stjórnvalda að hvetja til sameininga og fjármunindi sem að koma inn í sameiningaframlög, það er gulrótin til þess að hvetja til sameiningar. Fleira sem ég eftir? Já, það er enn 7. Framlög eru greidd út á 7 árum eftir sameiningu og það er þá eftir þau 7 ár sem kemur til greina að greiða ný framlög aftur. Fundarstjóri eða fundarmenn, takk Jón Hrói. Ég vona að það hafi svarað spurningunni Bjarnheiður. En einmitt með sameiningu að
það líða 7 ára milli til að fá sammeiningar framlögin en það má auðvitað sameina innan þess að 7 ára en þá bara fylgja ekki peningarnir. Kjartan spurði hvort það var gerð valkostagreining fyrir Reykhólahrepp og Strandabyggð og Dalabyggð. Já, hún var gerð á síðasta kjörtímabili, var gerð valkostagreining og gerð íbúakönnun samhliða sveitarstjórnarkosningum síðast, vorið 2022. Og það var mjög jafnt hlutfall af íbúum, það var yfir 90% sem voru hlynntir sameiningu af íbúum Dalabyggðar sem kusu í þeirri kosningu og svo dreifðist mjög jafnt yfir Húnaþing vestra, Stykkishólm og Reykhólastrandir. Og sveitarstjórnir Reykhólahrepps, Strandabyggðar og Dalabyggðar hittust í nóvember 2023, Bjarki þú leiðir til mig ef það var vitlaust ár, minnir að hafa 2023. Til að bara hittast og við vorum að ræða málin með alls konar, eins og segir, það er mikið samstarf þarna milli. En það voru skýr svör frá bæði Reykhólahreppi og Strandabyggð á þeim tíma að þeir væru ekki að leita sameiningu. Sveitskosningar næsta ári. Já. Takk. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Fleiri úr nefndinni, Skúli? Bara aðeins að bæta við til Kjartans að sveitarstjórnirnar og Reykhólum og Dalabyggð fengu bréf frá Strandabyggð í held síðastliðinn vetur hvort að það var áhuga á að sameinast og það kom nei frá báðum sveitarfélögum til Strandabyggðar. Þannig að það er alveg á skýru. Það er ekki vilji til þess allavega að sameinast yfir í Strandabyggð. Þó að ég geti sagt mína skoðun, þetta höfði átt að sameinast Reykhóla, Strandabyggð og Húnaþing vestra með Dalabyggð. Það væri besta sameiningin, Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri úr nefndinni sem vilja svara þessum spurningum. Þá er svona komið að fer að síga á seinni hlutan hjá okkur. Ef að einhverjir vilja endilega koma með svona loka spurningar, þá endilega gefið okkur merki, annars ætla ég nú ekki að fara að reka neitt héðan út. Það er kaffi á könnunni og kleinur og endilega sitið og spjallið við þetta ágæta fólk og sveitarstjórana okkar, báða tvo. En við kannski segjum þessum formlega fundi slitið. Takk.